Hæ allir og velkomin í videoblogg 2. Ég nýbúin að hjóla með Emmu til dagmömmunar og ég veit ekki af hverju ég að líta í kringum mig út af því að það ekkert að sjá annað en stofan mín sem ég búin að sjá oft. Og ég í frí í dag sem að þýðir ég að fara að lesa bakteríur og ég ekki að nenna því. Þetta örugglega það leiðilegasta sem ég hef lesið á ævi minni. En ég þarf að læra þetta og svona það bara. Og fyrsta dagskrá að Emma búin að stíga í leveli, hún kann að benda. Þetta pabbi þarna. Mega dugleg. Og í dag ætla ég að tala fyrstu mánuðina eftir ég varð mamma. Ég ætla ekki að tala fæðingarsöguna strax því að mér finnst fæðingarsögur eiga það til að vera svolítið langar og maður byrjar að tala ég fekk hríðar 9:35 og svo fór vatnið 9:43 en ég ætla að tala það fyrstu dagana og fyrstu vikurnar og fyrstu mánuðina. Ég veit ekki af hverju ég sagði þetta svona. Fyrstu mánuðina með Emmu. Fyrsta daginn með Emmu þá gerði ég ekki annað en að horfa á henni. Ég gat ekki sofið. Ég var í spennufalli og ég vissi ekki hvað ég mætti og hvað ég mátti ekki. Mátti ég bara sofa líka eða átti ég að horfa á hana, mátti maður taka augun af svona litlu barni og myndi hún hægt að anda og ég starði á hana heilan dag. Og fyrstu merkin að Emma var ein af þeim börnum sem getur með kveisu, það þegar hún þarf að losa sig við fyrsta kúkinn. Það örugglega eitthvað svona flottara orð sem maður getur notað, veitu. Fyrstu hægðirnar. Fancy pansy Elisabeth. Já. Þetta svarta gum sem eru hárin og fósturvatnið eða eitthvað svona dúnnin sem þau eru með á húðinni meðan þau eru að neina eitthvað. En já, og hún grét og hún grét og hún grét og hún grét þegar hún losaði sig við það. En næsta vika eða eitthvað svona, þá var ekki neitt. Af því að hún fekk brjóstumjólk og þau þurfa að kúka einu sinni í viku eða eitthvað því að þau geta oft tekið allt sem næringu. Og hún kúkaði ekkert mikið eða neitt svoleiðis fyrstu vikuna. En mér leið mjög undarlega að vera orðin mamma. Ég hreinskilnilega sagt, ég sá eftir þessu og ég veit að það eru ekki allir sem að segja þetta. Það eitthvað voða tabú, maður á að elska barnið sitt leið og ég get ekki sagt að ég hafi haft sömu tilfinningu fyrir Emmu sem ég hef fyrir henni núna því að núna elska ég henni meir en allt og mér finnst hún bara snilld og mér finnst hún fullkomin og mér finnst hún æði en í byrjun þá fannst mér þetta svo skrítið. Ég fann rosalega sterka tilfinningu fyrir að ég þurfti að passa þetta barn og ég þurfti að vernda þetta barn og hún var rosalega viðkvæm en ég get ekki sagt að ég hafi sömu tilfinningu fyrir henni þá sem ég hef fyrir henni núna og ég sá eftir þessu. Það var skrítið, við vöknuðum á 2 tíma fresti, hún þurfti að borða, ég komst ekki út, við þurftum að setja mjólkin almennilega í gang og við þurftum að læra þetta báðar og mér fannst allt vera of skítugt hérna heima fyrir hana og ég gerði ekki annað en að taka til, ég var í stresskasti, mér fannst allt bara of erfitt og ég sá eftir þessu og ég talaði við heimahjúkrunarkonuna, ég veit ekki hvað það heitir á íslensku, hvað það sé bara heimahjúkrunarkona, svo sem að kemur og vigtar barnið. Þannig að það var rosa gott af því að maður þarf að fylgjast með hvað sem maður fái fæðingarþunglyndi. Svo betur fyrir var ég heppin að ég fekk ekki fæðingarþunglyndi. Heldur voru þetta bara eðlilegar tilfinningar þegar maður eignast barn í fyrsta skipti og eignast barn bara yfir höfuð. Og ég rosalega mikið að tala með höndrum og þið sjáu bara svona smá af því. En já, þegar Emma verður 2 vikna þá þess að gerast eitthvað. Það bara opnast eitthvað. Grátfossbylgja og hún grætur og hún grætur og hún grætur og hún grætur. Mér langaði að henda mér út með gluggann, mér langaði að henda henni út gluggann, mér langaði að banka hausnum á mér inn í grjót. Þetta var bara hræðilegt og þessi örvænting, ég veit ekki hvort þið sáu þetta en það kom slef bara fljúgandi. Þannig, sorry, ég veit þetta er smekklegt. En þessi örvænting sem maður fær fyrst þá upplifir maður einhvern veginn að af hverju get ég ekki gert þetta, af hverju get ég ekki huggað hana, hvað eitthvað vont, líður henni illa, af hverju get ég ekki hjálpað barninu mínu og svo kemst maður einhvern veginn yfir það sem maður hugsa bara hættu þessum hávaða og maður bara að fríka út og ég get hreinskilnislega sagt, voðalegri hreinskilin í dag
En ég get hreinskilnilega sagt að hefði ég ekki átt teygjusjalið sem að ég fékk þegar hún var 3-4 vikna, þá hefði ég látið lífið. Ég hefði lagst á gólfið og ég hefði dáið á staðnum. En teygjusjalið svona, ég ætla að sýna mynd af því núna. Og það tók Emmu 5 mínútur að verða róleg og sofna þegar hún var komin í teygjusjalið. Og allt í einu var ég með frelsi til þess að elda mat, ég gat hangið í tölvunni, ég gat tekið til, ég gat bara hluti sem ég hélt ég myndi aldrei geta gert aftur. Henni leið auðvitað illa og þegar hún var búin að sofa í svona klukkutíma hjá mér þá gat hún oft verið óróleg aftur. Svo við fórum með henni til hnykkjara og við fórum líka það sem var potað í lappirnar á henni. Og hnykkjarinn virkaði þannig að hún hafði verið svolítið föst, hún var stjörnukíkir eða ég held að þau kalli þetta líka stjörnukíkar á íslensku. En já, hún kom svolítið svona út í fæðingunni. En ég náði rétt hana svolítið af út af því ég pressaði svolítið á hnjánum í fæðingunni. En já, og þannig að hún hafði fengið svona smá hnykki í hálsinn, þannig að hún átti svolítið erfitt með að kíkja inn áttina. Og það fyrst fór burt þegar við fórum til hnykkjarans. En það var náttúrulega ekki kveisan ennþá, ég ennþá að skyrpa. Slef út um allt. Rigning! Ok. Já. Núna ég alveg týnd. Hnykkjari. Teygjusjal. Slef. Já, en alltaf kveisa. Ég ætla að segja hvað kveisa var. Kveisa þetta það sem læknirinn minn sagði mér. Ég ekki að segja þetta heilagur sannleikur, þetta bara einn læknir sem sagði við mér. Að þetta væri óútskýrðir magakrampar eða illt í maganum út af því að þarmarnir þeirra ekki nógu þroskaðir. Þær, bara stelpur, börnin þau, ekki komið sína þarmaflóru og þarmarnir eru kannski ekki byrjar nú tala ég næstu dönsku, ekki byrjað að vinna í svona réttum bylgjum til þess að melta mjólkina eða matinn almennilega, yfirleitt bara mjólk. Og það sem að ég byrjaði svo að gera, það var að hjóla með fæturnar. Ég fann myndband á YouTube þar sem var kona sem að sýndi hvernig maður ætti að hjóla með fæturnar. Og ég með bánsa, af því ég ætla að sýna ykkur hvernig þið hjóla með fæturnar ef að þið eiga eftir að eignast kveisubarn eða eru með kveisubarn heima. Hérna Abi og þetta sem sagt barnið okkar. Það sem ég byrjaði vildi að gera og ég gerði þetta hverju morgni af því að ég tók eftir ef ég setti gang í magann bara morguninn þá var dagurinn einhvern veginn bara miklu betri. Ok, ég byrjaði að beygja hnén, ég vona að Abinn geti gert þetta almennilega og svo byrjaði ég bara að sikksakka, svona hjóla með hnén beygð upp að maganum og svo stundum þá nuttaði ég niður. Það sumir sem að segja nuttaði í hring en mér fannst það oft óþægilegt af því að húðin einhvern veginn klemdist og hrukkaðist. Ég veit ekki hvernig ég útskýrði þetta. En ég strauk bara svona niður og ekkert fast en samt þannig að maður sjá einhvern veginn hvernig maginn svona búast niður. Og mér fannst þetta rosalega gott. Hún fékk alveg og var rosalega róleg. Og svo hjólaði ég áfram með hnjánum og svo pressaði ég hnjánum upp á maganum þar til ég heyrði að Emma byrjaði að pressa af því þetta hjálpar þeim að pressa. Og yfirleitt þá prumpaði hún og prumpaði hún og prumpaði hún. Og svo byrjaði ég aftur að hjóla, strauk aðeins niður og gerði þetta bara svona random eitthvað, þetta ekkert eitthvað í réttri röð og svo pressaði ég báðum hnjánum upp á maganum þar til hún byrjaði að pressa og yfirleitt þá prumpaði hún og kúkaði og allt svona með hann og svo hætti ég þegar ég var hætt að geta fengið hann að prumpa með því að pressa hnjánum upp að og barnið byrjar að pressa bara af sjálfu sér þegar þú gerir þetta og hjálpar rosalega vel. Og þetta var það sem ég gerði með hverju morgni og svo gerði ég þetta líka oftar þegar ég fann að hún var óróleg og var að fá túruna sína. Og ég held einu sinni að ég hafi hjólað með fæturnar í 3 tíma í röð af því að það var ekkert sem að virkaði almennilega og ég vissi að það var eitthvað sem að var í annars hefði ég sett hann upp í slæðuna. En ef ég vissi að það var eitthvað þarna niðri sem ég gat fengið út af því ég fekk hann til að prumpa og prumpa og prumpa aftur og aftur í næstu 3 tíma. Þannig að þá hjólaði ég með fæturnar. En yfirleitt það var hann í sjalinu, teygjusjalinu. Og ég get ekki útskýrt hversu mikilvægt það er. Við prófum líka einhverja dropa og ég ætla ekki að segja hvað þessi dropar heita út af því að
hefur bara hitt eina mannsku sem að segja þeir hafi virkað fyrir son hennar en þau virkuðu ekki fyrir okkur og ég held að þetta sé ekki eitthvað sem að ég á að ráðleggja fólki út af því að maður getur keypt þetta bara í apóteki en mér finnst að maður eigi frekar að tala við lækninn sinn og heyra hvað hann segir og svo D-vitamíndroparnir sem að maður á að gefa barninu sínu ég hafði grun að D-vitamíndroparnir sem við vorum að gefa Emmu væru slæmir og ég veit ekki hvort það hafi bara ég sem var í paniki yfir að allt sem hún fengið var slæmt og ég mátti ekki borða hitt og þetta, já. Ef þú ert með barnið á brjóstu og ert með kveisabarn þá ertu mjög meðvitaður hvað þú ert að borða. Og ég borðaði ekki súkkulaði, ég hef heyrt að það gæti gefið þeim illt í magann og ég held að það sé alveg satt. Af því að ég upplifiði þau fáu skipti sem ég borðaði súkkulaði, þá var hún verri. Og ég borðaði heldur ekki jarðarber, ég veit ekki af hverju. Og já. Og svo komu svona ýmis hluti sem ég hélt allt í einu væri slæmir. En aftur til D-vitamíndropana. D-vitamíndroparnir sem við byrjuðum á voru búnir til á kókosolíu. Og ég fór að googla þessa D-vitamíndropa út af því að mér fannst oft svona hálftíma, klukkutíma eftir það að hún hefði fengið þá og þá fannst mér hún verða rosalega slæm. Og svo kemst ég að því að það eru mörg kveisabörn sem að eiga auðveldara við að melta D-vitamíndropa sem eru gerðir á grænmetisolíu í staðinn fyrir kókosolíuna og það prófaði ég og það var engin munur. Það var engin munur. Þannig að ég ákvað að hætta að gefa D-vitamíndropana þar til hún varð honum betri. Þannig ef þú ert að heyra þetta að þú ert að kaupa með grænmetisolíu í staðinn fyrir kókosolíu, þú ert að kaupa einhverja dropa sem að hjálpa með loft í maganum, talaðu við lækninn út af því að maður getur nota rosalega mikið peninga á eitthvað sem að virkar kannski og kannski ekki. Og ef þú ert með kveisabarn, átt þetta eignast kveisabarn eða ert með kveisabarn akkurat núna, ekki hlusta á þær kellingar sem að segjast hafa verið með kveisabarn í 7-8 mánuði. Ekki hlusta á þetta. Þú ert að halda fast í þessa 3 mánuði og þú ert að trúa því og treysta á að eftir 3 mánuði þá allt gott aftur. Og við ræðum ekki sénsana fyrir að þú ert eftir að eiga vera einn af þeim sem ert með kveisabarn í 8 mánuði. Og ef þú varst með kveisabarn í 8 mánuði, ekki segja konu með kveisabarn að þú hafa verið með kveisabarn í 8 mánuði. Af því að ég heyrði það frá nokkrum að þær hafi verið með kveisabarn í 8-9 mánuði, 7-8-9 mánuði. Og ég man bara hvernig maður ég var búin að halda svo fast í þessa 3 mánaða kveisu að það var bara eins og að fá blauta blei í andlitið. Og það sem ég finnst líka rosalega mikilvægt að segja við þær sem eru með kveisabarn akkurat núna eða eiga eftir eignastað að það er ekkert að því að liggja barnið þitt í vögguna eða í rúmið og fara í næsta herbergi nokkrar mínútur og draga inn andan og biðja um hjálp. Ég var rosalega léleg að biðja um hjálp. Að ég held að þetta væri barnið mitt, svona er hún og svona verð ég bara að lifa og þannig er það bara. En fáðu hjálp til þess að búa til matinn, fara út að versla, hjálp bara að taka til, taka barnið í klukkutíma, svo þú getur sofið og já, bara rosalega mikilvægt að leyfa sér að draga inn andan, taka pásu og muna að þetta gengur yfir. Þetta gengur yfir 3 mánuðir, ekki 7-8 mánuðir. Og ég held að þetta hafi verið það sem ég vildi tala um í dag. Þetta verður svolítið alvarlegt og ég er yfirleitt ekki alveg. Já, ok. En það var heldur ekkert fleira. Þannig að við sjáumst næsta föstudag. Bye!